Fundurinn byrji bara núna og ég Já. klippi þá framan af upptökunni sem verður aðgengileg og býð þá sem eru komnir velkomna á hádegisfræðslu Öldrunarfræðifélags Íslands sem er öllum opin og aðgengileg án endurgjald. Ég verð að benda á í upphafi að þessi fundur er tekin upp og upptakan verður gerð aðgengileg eftir fundinn, þannig að vinsamlegast hafið það í huga þegar kemur að því að skrifa í spjallið eða bera fram spurningar eða taka þátt í umræðum og svona. Annars bara býð ég þig hjartanlega velkomna, Laufey, Já. þroskaþjálfi og tengiráðgjafi hjá Gott að eldast. Og Laufey mun bara kynna sig betur sjálf og segja okkur frá sínum störfum og verkefnum í núverandi starfi. Takk fyrir að vera með okkur, Laufey. Takk fyrir að bjóða mér upp á þetta tækifæri að fá að kynna fyrir ykkur þetta merka starf tengiráðgjafa. Ég heiti Laufey Jónsdóttir og starfa hérna fyrir allt Vesturlandi í tengslu við verkefni Gott að eldast. Og ég tók að mér þetta verkefni að vera tengiráðgjafi sem ég ætla að skýra betur út og með mér á spjallinu verður Guðlaug Birna sem er tengiráðgjafi í Mosfellsbæ, sem hefur verið svona svolítið leiðandi í verkefnum og og allavega leita ég mjög oft til hennar í því sem ég er að vinna og stúdera. Þannig að hún hefur heilmikið að segja og munurinn á okkur er sá að hún starfar fyrir 1 sveitarfélag en meðan ég er að starfa fyrir 9 og ég skýri það nánar. Ég ætla að byrja á því að fara aðeins bara yfir þetta hugtak Gott að eldast, það hafa nú allir heyrt það, en bara svona rétt þess að tengja við það sem ég er að gera. Það er lögð áhersla á samþættinguna, fulla samþættingu, heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Þið hafið líklega séð að það er verið að skrifa undir samkomulag þar sem að þjónustan er að fullu samþætt og bara undir einni stjórn og einni rekstrapakki, þannig að það er svolítið gaman að fylgjast með þessu. Vesturlandi er að reyna að samþætta með nokkru sveitarfélögum saman og það er svona verið að skoða hvort eigi að byrja hálfa leið og fara síðan áfram. En það er ekki mitt hlutverk að fara svolítið í gegn, ég bara láta ykkur vita að þessi vinna er í gangi og það er þetta sem við erum að leggja út með er það að sameina þessa 2 þætti og það sem er ríkið og sveitarfélög koma að þjónustunni. Þetta er bara það sem við erum að ganga út frá í sambandi við samþættinguna. Og svona lítur þjónustan út eins og við skilgreinum þetta og þeir sem eru að leiða Gott að eldast, þjónustan hefur verið svolítið svona ruglkennd, við könnumst öll við það og framtíðarsýnin er þessi að það verði svona bein braut. En og það er alveg, mér sýnist fólki vera að takast að vinna bara mjög vel eftir þessu fyrirkomulagi. En það sem ég ætla að gera er að fara eins í gegnum það að það var þegar Gott að eldast var sett af stað 2023 þá var auglýst eftir tilrauna sveitarfélögum sem höfðu áhuga að taka þátt í að móta þetta verkefni. Og það var samþykkt að það er í þessu er Árborg og Mosfellsbær og síðan sóttu samtök sveitarfélaga fyrir öll sveitarfélögin á Vesturlandi. Á Vestfjörðum eru öll sveitarfélögin sem heyra undir heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Síðan í Dalvíkurbyggð og svo á Austfjörðum. Ég held að sé staðsett á Reyðarfirði þar. Eða í Fjarðabyggð. Þannig að það er allt á fullu bara í fullum gangi að vinna í alls konar verkefnum. Og þetta er bara mjög skemmtilegt að fá þetta tækifæri til að vinna þetta. Og fyrsta markmiðið er þetta að hefja handa í þessari þróunarvinnu samþætta heimaþjónustu.
Og það mjög metnaðarfull og flott aðgerðaráætlun inn á gottaeldast.is sem hægt að skoða. Og það svona alls konar verkefni sett í gang eins og Ísland.is. Þar mun vera sameiginleg umsókn sem fólk sækir í þessa samþættu þjónustu og líka allar upplýsingar þjónustu eru undir hugtakinu allt á einum stað. Það heilmikil vinna í gangi á Ísland.is. Það eru í þessum tilraunasveitarfélögum stofnun móttöku- og matsteymi þar sem að allar umsóknir fari gegnum Ísland.is og móttöku- og matsteymi tekur síðan umsóknir og setur þau í réttan farveg. Og það verið að stofna endurhæfingarteymi þannig að þetta M&M-teymi, móttöku- og matsteymi þá að vísa í endurhæfingarteymi til þess að fólk fari þá í gegnum ákveðna endurhæfingu áður en að meti hvort að fólk fullfært til þess að sjá sig sjálft eða þurfi þjónustu. Þannig að síðan verður svona meiri. Og svo það tengiráðgjöfin og vitundavakningin sem bara ofboðslega skemmtilegt verkefni og það margt fleira að gerast en ég bara nefni þetta sem hluta af því sem í gangi. Og vitundavakningin leggur áherslu að vera dregið úr félagslegri einangrun. Dregið verður úr félagslegri einangrun og aldursfordómum og þekking aukin meðal almennings á mikilvægi alhliða heilsueflingar, virkni, samveru og samskipta milli kynslóða og ásamt því að vekja samfélagi til umhugsunar hvernig það geti sem best tryggt sér farsælt líf á efri árum. Og það verið að ræða það sem þú gerir vítu í dag hefur góð áhrif á þig þegar þú verður áttræð. Ef þú ert að sinna því að byrja strax með fyrirbyggjandi aðgerðir bara á unga aldri. Og svo verður líka svona unnið kynningarátak og það byrjað þegar það sé líklega auglýsingar félagslega einangrun og svo bara mjög gagnlegar upplýsingar inn á Ísland.is það verkefni. Og þau munu bara held ég gefa meira í heldur en að minnka bara til þess að vekja samfélagi til umhugsunar. Við. Ég náði einhvern veginn að og þessi vitundavakning tölum saman félagsleg, það alveg staðreynd að félagsleg einangrun hefur aukist í öllum og hún skilgreinir félagsleg einangrun hún skilgreind sem lýðheilsuvanda til jafns á við reykingar, ofneyslu áfengis, offitu og fleira sem tengist almennri heilsu og félagsleg einangrun sem mun algengari en fólk grunar. Og þetta við vinnum svolítið út frá þessu og við leggjum áherslu á þátttöku samfélagsins og það búið að vera svona vitundavakningaprógram í þessum tilraunasveitarfélögum í öllum sveitarfélögum þar sem eru ákveðnir aðilar sem eru að svona að vekja fólk til umhugsunar. Og það sem við lögð áherslu á að virkja jafningjagrunninn og nágrannana og fá svolítið félaga eldra fólks og aðra eldri til þess að taka þátt í þessu og bara fólki hvað þess að taka eftir, hefja samtalið. Þú sér það að Jón sem vanur að mæta allt í einu farin, ekki og enginn veit neitt og þá bara kannski þú hringir í Jón og spyrir það. Ég teki eftir því að þú hefur ekki verið að mæta, eitthvað sem ég get aðstofað þig við. Það kannski þessi hugsun að samfélagið taki svolítið utanum þetta með okkur. Og það lögð áherslu á að hlusta og láta okkur varða líðan annarra og bjóða fólki þátttöku. Myndir ekki vilja koma, þú hefur ekki komið í einhverja daga, ég get aðstofað þig að mæta, ég get farið með þér. Og það þetta sem ég að leggja áherslu á sem tengiráðgjafi að fólk láti bara ekkert kerfið þetta heldur grípi boltans sjálft. Nú,
það getur verið erfitt að átta sig á því hvernig fólki í kringum okkur líður og þess vegna mikilvægt að hafa svona augun opin fyrir ákveðnum merkjum og bara þetta viðkomandi hættur að hafa samband eða svara síma og skilaboðum, hættur að mæta í félagsstarf eða annað viðkomandi ólíkur sjálfur sér. Og þarna eigum við sem kannski jafningjar að geta gripið inn í og bara spurt. Og ég hef í mínu starfi rætt svolítið við eldra fólk og þetta og hvort að þau séu tilbúin og allir eru tilbúin og það bara einhver að fylgja því eftir að fara af stað. Og þetta að fylgjast með öðrum, láta vit og bara í samskiptum láta vita að það tekið eftir breytingu. Langt sem ég sé þig, við segjum þetta oft, fara í heimsókn og kanna stöðu. Ef þetta nágrannar þinn og síðan, og það kannski óþægilegt að banka upp og segja, heyrðu, ekki allt í lagi hjá þér? Heldur bara að banka og fá eitthvað lánað og ræða síðan bara málefni hverfisins eða húsfélagið, þá ekkert verið að ræða líðan viðkomandi heldur bara umgjörðina í kring. Og þú þarft ekki að leysa vandann heldur bara að vera til staðar og hlusta. Og það eru komnar nú þegar mjög miklar upplýsingar inn á Ísland.is og Svavar, Knútur og Líney, þau halda þessari vitundavakningu á lofti og setja inn upplýsingar í samvinnu við ráðuneytið allt mögulegt og það er komið mjög mikið af upplýsingum inn á Ísland.is og meðal annars líka bæklingur hvað þú átt að gera, leiðbeiningar það hvernig þú átt að tala við nágranna. Og þið hafið vonandi séð þessar auglýsingar, þetta er sjónvarpi, útvarpi og svo er búið að prenta út mjög vandaða bæklinga líka sem að eiga að liggja frammi. En þá það tengiráðgjafinn og það sem ég að gera og þetta er svona hluti af verkefni í tengslum við aðgerðaáætlun en þó eru við í öðrum þætti sem að tengist vitundavakningu og vinna með sveitarfélögum og því að efla félagslega virkni fólks. Og það eru tengiráðgjafar á öllu stöðum, í þessum tilhörnum sveitarfélögum og svo verkefnin svona misjöfn. Á Vesturlandi er einn tengiráðgjafi með 9 sveitarfélög. Og ég komin, er ekki að vinna lengur hjá neinu sveitarfélagi heldur vinn ég hjá samtökum sveitarfélaga. Þannig að ég er ekki inn í neinu sveitarfélagi og kem að svona sem sérfræðingur að sunnan, má kannski kalla það bara. Og við erum að vinna gegn einmanaleika og félagslegri einangrun og erum í góðum tengslum við staðbundna aðila. Og til að nýta sem best þau úrræði sem til í samfélaginu. Þau eru náttúrulega mismunandi, bara eftir stærð samfélags. Og okkar hlutverk er að brjóta svolítið niður þessa múra og hindranir á milli þjónustustofnana og skoða hvernig hægt að vinna saman að því að draga úr félagslegri einangrun. Og í minni vinnu þá hef ég haft félagsþjónustuna á viðkomandi stað og félag eldra fólks. Ég er komin í sambandi við kirkjuna og Rauða krossin. Þetta eru svona þeir aðilar sem eru að veita fólki með einhverjum hætti þjónustu. Og við eigum að leita leiða til að nálgast fólk til þess að geta elt og nálgast úrræði til þess að geta elt félagslega virkni. Og oft eru þeir sem eru ekki að taka þátt í neinu, ekki að finna sig í þeim viðburðum sem í boði. Og þá bara hvað til ráða og við erum einmitt að reyna að leita að það er ekkert allir sem líkar að fara í félagsstarf. Er það þá eitthvað annað sem hægt að bjóða upp á? Í einu sveitarfélagi litlu sveitarfélagi var hópur sem fann sig ekki í þessu fjöruga félagsstarfi
Og þá stofnaði Rauði krossinn bara spjallhóp fyrir þá aðila sem að uppfylltu það er ákveðna þörf. Þannig að við þurfum svolítið að elta hvernig er markhópurinn sem við erum að tala um. Og okkar hlutverk er að fara í heimsókn, hafa símtöl, taka samtalið og líka að skoða heilsueflingu sem er í boði, af því að það er mjög algengt að heilsuefling er miðuð við þá sem að geta sletta, en ekki við þá sem eru kannski að taka sín fyrstu skref, og þetta eru oft erfið skref að taka. Þannig að við erum að reyna að finna út úr því með íþróttabandalögum eða sveitarfélögum. Og þetta er það sem að ég kortlaði fyrir hvert og eitt sveitarfélag. Hvernig er félagsstarfið, heilsuefling, er stuðningsþjónusta, hvað klúbbar eru til staðar, er einhverjir svona fastir viðburðir, hvernig kemur kirkjan inn í og Rauði krossinn, er kór á staðnum. Og það kom svo skýrt fram í þessari vitundavakningu, þú þarft ekkert endilega að vera lagviss til þess að vera í kór. Heldur bara þetta að þú bara tækifæri að taka þátt og svo bara lærir að vera lágstendur í röddinni á meðan þú ert að öðlast öryggi. En við erum svolítið ofta miða við að ýta þeim í burtu sem er ekki lagvissir. Af því við viljum gera kórinn, við viljum ekki hafa laglaust fólk í kór. Eða ólagvist fólk og þau hafa verið að leggja mikla áherslu á þetta og Svava Knútur og Líney. Og okkar hlutverk er svona að koma á samstarfi milli þjónustuaðila og halda námskeið fyrir þennan hópum gildi sjálfboðastarfs og jafningjastuðnings. Þau í Mosfellsbæ eru búin að halda slíkt námskeið, en ég er bara að fara af stað með þetta í samvinnu við Rauða krossinn. Og svo að þessi verði gefin út bæklingu með öllum upplýsingum um það sem er í boði. Af því að það er ekkert allir að lesa á netinu. Þannig að við prentum bækling og nákvæmlega þannig að fólk getur lesið sér til og í hvaða aðila er hægt að ná. Þannig að það er kortlagning á þessu og líka bara hvert er hlutfall 67 ára og eldri miðað við íbúafjölda á Vesturlandi. Það er allt frá 13 upp í 21%. Þess að hlutfall eldri íbúa. Og ég starfa sem sagt hjá Samtökum sveitarfélaga og bara nýbyrjuð þar. Byrjaði núna 1. mars, var búin að vera sem sagt starfsmaður Akraneskaupstaðar í þessu verkefni. Og ég framkvæmdi könnun fyrir þá sem eru 80 ára eldri og búa einir, og þetta markmiði var í rauninni til þess að fá línur bara til þess að vinna eftir. Er eitthvað sem gefur okkur skilaboð að við eigum að vinna samkvæmt. Könnun á Akranesi er lokið og ég ræddi við 70 manns af 105 sem voru á þessum aldri og niðurstöður gefa mér nokkuð góða línur það sem þarf að leggja áherslu á. Og svo er ég að framkvæma könnun í öllum hinum sveitarfélögum. Og það sem eru lítil sveitarfélög þá tengist það félagsþjónustu svæðinu. Til dæmis í einu sveitarfélagi eru 8 manns 80 ára eldri sem búa ein. Þannig að þá er ég ekkert, þá tek ég það bara inn í félagsþjónustu umhverfið. Þannig að það kemur ekkert fram nema þá kannski bara beint til viðkomandi sveitarstjórnar. Svona ákveðnar áherslur. Og svona helstu niðurstöður eru það að af 47 þátttakendur af 70 það óska eftir reglubundnu símtali við tengiráðgjafa eða starfsmenn stuðningsþjónustu. Og við vorum með þetta í COVID-unu en núna er fólk bara, þið þykir gott að heyra í fólki og bara taka þá upp hinn ýmsu mál og aðstoð og hafa góð samskipti við tengiráðgjafa, aðstoð við praktísk mál og að tengja það inn í einhverja þjónustu. Akstursþjónusta var fólki hugleikin. Það er þessi akstursþjónusta
sem veitt á þjónustustofnanir og slíkt en ekki á einstaka viðburði. Og fólk hættir við að fara á einstaka viðburði af því það hefur ekki akstur og það hefur ekki stuðning til að fara. Þeim langar til að fara. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Nú útgáfa bæklings og það bara lokametrum hérna hjá okkur. Svo svona óskaði fólk eftir því að yrði svona opið hús árlega þar sem fer þá fram svona kynning á því sem eru boðið fyrir aldurshópinn. Og þá koma allir að og að kynna sína starfsemi. Og svo vill fólk fá nánari tengingu við bæjaryfirvöld, taki samtalið við þá, ekki í einhverjum hita eða látum, heldur bara eiga samtalið. Og svo sem ég fannst gott að það eru svona samverustundir átaka. Það til dæmis svo strandamenn fái aðstöðu til að hittast, brottflutt strandamenn sem búa hér, fái aðstöðu jafnvel í félagsstarfinu til þess að hittast og koma þeim á stað í að hittast og fjalla ræturnar. Eins fólk að Erlendubergi, það hefur óskað eftir því að fá aðstöðu til að hittast. Bara sem Færeyingar. Það sletta Færeyingu hér á þessum aldri og þeir eru ekkert að hittast þó þeir þekki hvern annan frá Færeyjum. Þannig að bara skapa þessa aðstöðu. Og síðan vill fólk fara svolítið út í svona að hafa eitthvað í boði eftir 16 eða jafnvel klukkan 7 og einhverju svona pöbbastemmingu. Og það bara jákvætt, geta boðið upp á slíkt. Þannig að þetta var svona það sem að ég tók út úr það margt fleira af því ég ekki að kynna könnunina sem slíka niðurstöður. En það sem kom fram þegar ég var að spyrja einmannaleika og tómleika að það voru mun fleiri sem finna fyrir tómleika heldur en einmannaleika og þau skilgreina að tómleikin kemur þegar þú missir makaðinn og samhliða á þessum aldri ertu að missa bestu vina þína. Þeir eru jafnvel að fara á sama tíma og saumaklúbburinn og briddsfélagið. Það svona brotnar upp þetta sem búið að vera árabil. Og fólki finnst bara mjög erfitt að stofna nýja vináttu á þessum aldri. Stofna til nýrrar vináttu. Og þau finna þess vegna tómleika. Og fólki finnst erfitt að sækja auki félagsstarf af því það kemur ekki staðinn fyrir vinamessin. Og ég hafði ekki áttað mig á þessu en þetta kom skýrt fram hjá mörgum. En það kom líka fram að tengslu fjölskyldu eru mjög mikilvæg á þessu stigi og það fyllir að hluta til upp í tómleikan. En fólk gerir sér samt grein fyrir því að fjölskyldan kemur ekki í staðinn fyrir vinina. Og svo þurfa börnin sinn tíma sjálf. Það þessi hugsun. Ég ekkert að trufla þau. Nú þeir sem ekki eiga gott fjölskyldunet, þau telja sig þurfa auki stuðning og hafa jafnvel lokað sig af og telja sig ekki þurfa neitt og þá það áskorun eigum við vera nálgast sumir vilja vera einir og og við leyfum þeim bara að vera í friði en fylgjumst með og aðfluttir hér á Akranesi upplifa samfélagi lokað og erfitt sig að komast inn í einhverja hópa. Og þegar það kannski búin að vera hópur í áratugi saman, þá kannski erfitt fyrir aðkomufólk að komast inn í það. Og það bara svona ein áskorun sem að verður kynnt fyrir heimamönnum að taka þannig á móti fólki að það upplifi sér hluti af heild. Og það mjög mikið hér Akranesi, það mikil fjölgun aðfluttra á Akranes sem eru eldri 67 ára. Það er búið að byggja svo mikið af íbúðum og í kringum þennan þjónustukjarna og það veruleg aukning í þeim aldurshópi hér. Nú svo bara spyr ég mig hvað svo? Þessu verkefni lýkur í mars 27 og ég tel að það nauðsynlegt að innleiða þessa hugmyndafræði farsællegri ár og inn í samfélagi svo íbúar geti tekið virkan þátt í því og þetta haldi áfram, að þetta má ekki stoppa. Það þarf einhvern veginn að
að tryggja að þessi tenging og tengiráðgjöf verði áfram að mínum mati, en í hvaða formi það er og líka í hvaða formi það er veit ég ekki, en ég er að reyna að koma því svona áleiðis að jafningjastuðningur er svo stór þáttur og og það þarf að virka, en það þarf alltaf að fylgja þessu eftir. Alltaf að vera aðili sem fylgir málum eftir. Og ég tel að það sé nauðsynlegt að skoða áframhaldið og það falli ekki niður. Það verði fjármagni veitt í þessa vitundavakningu og eftirfylgd með störfum, með því sem tengiráðgjafar hafa lagt upp með. Þannig að þetta var bara það sem að ég vildi koma á framfæri og svo bara minni ég á þessa frábæru heimasíðu Gott að eldast. Þannig að þetta er svona mitt innlegg. Frábært Leifur, takk kærlega fyrir. Það hafa enn sem komið ekki komið spurningar inn á spjallið en Guðrún Björg bendir á að það er hægt að fá bæklinga tölum saman hjá Já. Birnu Sigurðardóttur í félagsmálaráðuneytinu. Já, Þú mátt þannig sé bara að hætta að deila nema þú viljir sýna okkur eitthvað fleira. nei, ég ætlaði bara að hætta að deila og sjá ykkur. Ok, já, þá getum við tekið bara smá samtal. Það er alltaf mjög gott að fá smá tíma. Já. Fólk má endilega annarkvort rétt upp hönd ef þið kunnið það inn í Teams-forritinu eða skrifa spurningu í spjallið, bara hvort heldur sem er. Ég velti fyrir mér hvort að Guðleif sé á staðnum. Sko ég sé hana ekki í fljótu. Hún hefur kannski setið fast í einhverju, nei, það er bara 1G hérna og það er Guðrún Björg. Já, ok. En meðan fólk er kannski að hugsa sig í átt að spurningum. Já, Katrín er með spurningu. Hoppaðu bara inn. Takk fyrir og takk fyrir góða kynningu á þessu. Þetta er bara mjög áhugavert. Ég hef reynda spurningu svona varðandi þetta tilraunaverkefni. Þið voru að horfa á einstaklinga 80+ sem búa einir. Er eitthvað á döfinni kannski að í rauninni að horfa kannski líka til þeirra einstaklinga sem eiga maka en viðkomandi þá sem sagt þessi einstaklingur er það til dæmis með einhvers konar sjúkdóm sem að eins og til dæmis heilabilun. Það náttúrulega missir hann þessa ákveðnu færni til þess að í rauninni vera í veita þá samveru og þess átt að vera þessi félagi sem hann hefur verið síðustu 40-50 árin. Þannig að þessi tiltekni maki þá er mikið einn. Já. Þú veist, er eitthvað verið kannski að horfa til þeirra líka, eitthvað þá í framtíðinni, svona veita félagslegan stuðning og bara svona þess áttar, já. Ég get svarað fyrir það að ég sinni þeim hópi hér á Akranesi og ekki sem tengiráðgjafi, ég var farin að sinna því áður, en það fer alveg inn í þetta verkefni og þar er ég einmitt að passa upp á að makar einangrast ekki og fái stuðning og það hefur bara tekist mjög vel og ég held utanum þann hóp og kem þeim í virkni og þannig að þeir fái svona break eins og kallað er. Þannig að það er ágætis utanumhald það hér. En það þarf að gera þetta á öllum stöðum og það sé bara sjálfgefið að aðstandendur þeirra sem að greinast með heilabilun bara koma inn í verkefnið, veist, og og fái svona bara tilboð bæði persónulega stuðning og líka að geta aukið virkni sína. Takk fyrir þetta. Já. Er einhverjir fleiri með spurningar í bili? Þá langar mig að skjóta einni að. Mér finnst svo áhugavert þetta auka hugtak, þessi tómleiki. Og ég skildi þið rétt að hann er kominn frá þáttakendunum sjálfum. Eða það hugtak er komið frá þáttakendunum sjálfum.
Já, Ok. fólk nefnir tómleika. Hefurðu skoðað þetta eitthvað í fræðunum? Hvort það er gerður greinarmunur á, af því nú er gerður greinarmunur til dæmis á einmanaleika og félagslegri einangrun. Hefurðu skoðað þetta hugtak eitthvað? Hvort við eigum fræðilegt hugtak yfir innan tómleika? Já, það er verið að skilgreina sko félagslega einangrun og svo tilfinningalegan tómleika. Eða tilfinningalega einangrun, það kom einmitt í Já. áherslu í fyrirlestrinum í gær. Og ég á bara Akkúrat. eftir að skoða það betur, en þetta kom mér svolítið á óvart að fólk skilgreinir ekki einmanaleika við að missa endilega, það er náttúrulega sorg og allt það, en svo tekur tómleiki við. Ekki einmanalega, sko, ekki þetta að vera sár einmana, eða þess að búa við sára einmanakennd. Svo kannski líka spurningin, er fólk tilbúið að viðurkenna að það sé einmana? Já, það er nefnilega svolítið það sem ég velti svolítið fyrir mér, sko, er fólk er þetta svona rebranding á tilfinningu af því fólk vill síður gangast við því að það sé einmana, en ég held að sé samt klárlega svona þessi tilfinningalegi tómleiki, mér finnst það mjög góða punktur. Já. En það er komin ein spurning inn í spjallið sem að kom inn áður en Margrét rétt upp hönd. Hérna er önnur Margrét Blöndal sem spyr: mun gott að eldast verkefnið tryggja að þessi þjónusta verði sett á annars staðar á landinu? Veistu Já, það, Laufey? Nei, Já, en það var það sem að Laufey var að segja, hún var að gera þarna á Akranesi. það, sko, Að tengjast þarna mökum einstaklinga sem er greindir með heilabilun já, og þarna hjálpa þeim og þetta hlutverk þitt, maður velti því fyrir sér hver væri til dæmis þú hér hjá okkur? já. Þetta var náttúrulega bara mitt því ég tók þetta að mér hér á Akranesi og bara sem mitt áhugasvið því ég var yfir stuðnings- og stoðþjónustunni og gerði það þá í samvinnu við hana Sirri sem var fræðslustjóri. Og þetta hefur verkefni sem að hefur bara gefist afar vel. Og það er komið samvinna við heilsugæsluna og þeir eru farnir að vísa ef að fólk samþykkir það, þannig að ég er í ráðgjafaþjónustu og ég tek þetta bara undir tengiráðgjafan. Já. Allt saman, sko. Kannski svo fólk. Þjónusta sett á annars staðar á landinu? Það er allavega í aðgerðaráætlun gott að eldast sérstakt ákvæði verulega aukna ráðgjafaþjónustu við fólk með heilabilun. Já. Það er hluti aðgerðaráætlun og þessi umræða sérhæfðar dagdvalir, að við stöndum líka svolítið frammi fyrir því að í litlum samfélögum engar dagdvalir. Það er bara í þessu starfi og hvernig eigum við að tryggja það að fólk sem býr, ég segi með Grundarfirði og greinst með heilabilun, geti fengið þjónustu þar. Þá sé ég bara nær samfélagi grípa það svolítið og viðkomandi fái þá stuðning inn í almennt félagsstarf. Bara að nýta þau tækifæri sem eru til, ekki bíða eftir að það komi samþykki fyrir dagdvöl. Af því að þetta er jafnvel ungt fólk og það vill ekki tengjast hjúkrunarheimili. Einmitt. Þannig að við þurfum einhvern veginn að grípa bara það sem er í boði, það sem er til staðar í hverju sveitarfélagi og ég tek eftir því að eftir að vitundarvakningi var og við fórum á stað að fólk er að finna alls konar leiðir, er bara þegar byrjað. Já, einmitt. Það er mjög gott. Sinni heimabyggð, þannig að en það er bara þetta að geta fylgt í eftir og hvernig tryggjum við að þetta verði allt áfram. Akkurat. Svona einlega, svara í spurningunni. Já, ég bara vonast til þess að svona stuðningur við einstaklingum með heilabilun sérstaklega, hann þarf að eflast miklu meira. Mjög, já. Og bara, þú veist, þetta er bara svo erfitt. Já, ég veit. Bara fullfrískt fólk og það er keyrandi og aðstandendur, en ég höndum aðstandendur taka
bílinn eða, það svo margt sem að, Tvímælalaust þurfum við að taka þessa þjónustu inn í gott að eldast. Alveg óháð því á hvaða aldri fólk þegar það að greinast. Þannig að það sé bara, með einhverjum hætti haldið utan Og líka það að þetta verði ekki hjúkrunarmiðuð þjónusta eingöngu heldur líka félagslega. já, Og en það aðgerðaráætlun, búið að samþykkja aðgerðaráætlun í þjónustu við fólk með heilabilun og þar á að efla þessa ráðgjafaþjónustu í gegnum Alzheimer-samtökin sem hefur verið gert og svo eftir ár Háskólinn á Akureyri að útskrifa heilabilun ráðgjafa sem verður þá örugglega mjög góð viðbót við það sem í boði í dag. Og mér skilst að þeir eigi að vera fyrir allt landið ef ég skil þetta rétt, en ég ekki fylgast alveg vel með öllu. Það verður nú örugglega svolítið bara komið í ljós hvar fólk sem að lýkur náminu í heilabilunarráðgjöfinni fær vinnu, fer að starfa. Ég veit ekki til þess að það séu eyrnamerktar stöður enn sem komið Nei. En ef Margrét Blöndal hefur fengið svar við sinni spurningu þá langar mig að biðja Margréti Guðna, einmitt sérfræðing í málefnum fólks með heilabilun, að koma með sína spurningu eða innlegg. Bestu þakkir, Laufey, og ekki síður Margrét Blöndal fyrir þessa spurningu, því ég held að það sé akkurat það sem að Margrét Blöndal að bíða eftir. Það heilabilunarráðgjafi inn í sitt sveitarfélag. Ég held að það sé aðilinn sem að verði þessi sem að þú leitar til og færð stuðning frá. Já. En akkurat, við þurfum að framleiða þá, þannig að þeir eru í framleiðslu og svo þurfum þeir að fara í útbreiðslu. Já. Þannig að, já, en Laufey náttúrulega svona pioneer í þessum efnum og náttúrulega á þessa góðu grunntengingu við Alzheimer-samtökin þarna frá góðu fari. En bara frábært. Það sem að ég var að velta fyrir mér áframhald á þessu hugtaki tómleika. Tenging á milli hugmyndar eða þess sem að fólk lýsir sem tómleika, tenging á milli þess og að upplifa tilgangsleysi. Ég velti fyrir mér að því að það hefur verið í mínum huga þetta brýna mál að fylla lífið gæðum, það að upplifa tilgang í lífinu. Er það partur af þessari útlistun á tómleika í þinni reynslu? Eins og ég sé það, þá það að fólk það virðist þurfa stuðning við að finna tilgang að nýju. Og sumum texta bara eitt og sér, öðrum texta ekki nema með stuðning. Og mér var svo gott að fólk opnar á þetta og ég hef, þegar ég var að gera þessa könnun þá greip ég fólk strax. Ég var ekkert að bíða og ég sagði, má ég ekki bara hitta þig á morgun? Af því þetta var ekki svona vísindaleg könnun, þetta var bara Laufey að spyrja, og ég greip fólk bara strax og sagði, myndirðu ekki vilja hitta mig niður í félagsstarfi á morgun? Og ég hef náð fólki þannig inn, ég gríp fólk það strax. Og flestir eru byrjaðir að nýju af þeim sem að vilja taka þetta skref. En það bara ótrúlega erfitt þetta skref að fara yfir þröskuldinn. Og einmitt þessi tilgangsleysi, ég ekki lengur að elda matinn, ég ekki lengur að þjónusta einhver, ég ekki lengur maki einhvers, ég ekki lengur vinkona einhvers. Og þannig að ég finn þetta. Og ég hef hvatt fólk til þess að farðu og heimsæktu vinkonu þína þó hún búi á hjúkrunarheimili. Ekki
ekki, að því fólk segist að var mist vinkonuna því hún fór í hjúkrunarheimili. Ég farði í heimsókn. Ég er alveg viss að þið græði báðar á því og ég vona að fólk hafi gert það. Og svo bara ræddu við börnin þín, fáðu aðstoð við að fara af stað. Þannig að ég skynja þetta tilgangsleysi, já. Nú er ég komin að stað, má ég halda áfram með það? Já. Já, þetta er bara svo mikilvægt innlegg og alveg einmitt óháð því hvort þú býrð einn eða með öðrum. Þannig að ég er algjörlega sammála Katrínu með það að við þurfum þessa yfirsýn á okkar eldra fólk, svo sem sama í hvaða stöðu það er. En varðandi þessa könnun sem þú gerðir og eins og þú lýsir því, þetta var bara Laufey að spyrja og spjalla. En að því að ég hitti Guðleifu í Mosfellsbænum fyrir stuttu og hún var einmitt að segja mig frá því að hún hefði gert svona góða skrýningu á sínum hópi. Voru þið samstíga? Er þetta sömu spurningar? Já. Ég Guðlaugu er svona svolítið mentorinn okkar, Hún hefur tekið svolítið af skarið, byrjaði undan og hefur bara mótað þetta svo flott í Mosfellsbæ og ég hef alfarið ég er ekki að leita að hjólinu, Og hún gaf mér upplýsingar á könnunina, hún gaf mér formið á bæklingunum, hún er búin að halda námskeið í samvinnu við Rauða krossinn gildi sjálfboðastarfs og það er bara verst að ég sendi henni linkinn en það virðist eins og hún hafi ekki, af því hún ætlaði að vera með mér bara til að styðja við það og segja frá því sem er að gerast í Mosfellsbæ. Og mér finnst Mosfellsbær vera svona svolítið leiðandi bara í þessu verkefni án þess að hún taki það hlutverk að sér en við deilum upplýsingum alveg á milli okkar tengiráðgjafarnir þannig að við erum ekki að finna upp hjólið. Ég er að nota sama form á könnun og Guðleif. Mjög gott, af því að þá er það líka orðin bara svo mikilvæg skrýning á heildarverkefnum gott að eldast. Þannig að ég hlakka til bara að fá að rýna í og skoða það sem þið eru búin að vera meta. Já, og það sem mér fannst til þess að bæta við, sem kom mér óvart að og en þó ekki að þessi aldurshópur, það voru 2 það voru 68 sem töldu sig búa við mjög góða fjárhagslega stöðu. Og þá velti ég fyrir mér, ég bjóst ekki við því, að því fólk er að tala um eftirlaunin sér lág. En þá er þetta svona kynslóðin sem græddi svolítið á verðbólgunni, og átt skuldlaus hús og er svo jafnvel búin að selja húsið sem að kaupa minni hús sem eru skuldlaus og fólk segir bara ég lifi á eftirlaunum mínum þegar ég þarf ekki að borga skuldir. Það kom skýrt fram og það voru bara meiri hlutin býr ekki við fjárhagsáhyggjur. Af þessum aldurshópi, ef ég tæki 67 ára upp í 79, þá hugsi ég fengi aðra niðurstöðu. Það er mjög líklegt. Og svo segir en þetta er alveg í takt við það sem við höfum verið að fá vísbendingar svona á landsvísu. Já. Margrét, viltu kannski gefa smá samhengi fyrir þá sem kannski horfa á upptökuna seinna? Hvernig mun það vilja til að þú kemur til með að hafa aðgang að þessum gögnum og hvar þú starfar? Já, ég er nú ekki með aðgengi að þeim en ég vonast til þess sem forstöðumaður miðstöðvar í öldrunarfræðum þar sem að mitt hlutverk verður að meta og svona feta okkur áfram í hverju árangur samþættrar þjónustu er falinn í þessum verkefnum gott að eldast. Hlutverk tengiráðgjafa er bara lykilatriði þar inni. Þannig að akkurat, þá er samhengi komið.
En ég var að fá skilaboð frá henni Guðlaugu og hún kæmist ekki inn á fundinn. Það er hlekkur á heimasíðunni og það er hlekkur inn í Facebook viðburðinum, en svo get ég hringt hann inn beint ef þú ert með netfangið hennar. Já, það er guðleif@mos.is. Ég vil endilega ná henni inn, sko. Af því að ég ætla að sjá netfangið. guðleif@mos.is. Það er líka bara svo gaman að bera saman, sko, af því hún er með stór sveitafélag, bara eitt sveitafélag. Hvað er þetta mörg sveitafélög sem eru undir hjá þér? 9. Allt frá, sko, 40 íbúum upp í ríflega 8.000. Það er ansi mikið, en ég með hana, hún er að koma sér inn. Ég er búin að senda henni hlekk beint á þetta netfang sem þú gafst upp. Hún getur að íta á F9 til að svona refressa innhólfi hjá sér. Já. En ég er svolítið forvitin af því nú ertu með allar þessar upplýsingar og allir þessi gögn í höndunum og segist hafa átt samtöl við sveitarstjórnir. Já. Hvernig viðbrögð varst að fá þar og fékkst þú tilfinninguna að pólitíkin hefði áhuga á að taka þessar upplýsingar og gera eitthvað með þær? Já. Allavega í þeim tilvikum þar sem ég hef tekið þetta formlega spjall. Og ég held að þessi styrkur fyrir mig að geta verið undir hatti samtaka sveitafélaga og komið inn með öðrum sérfræðingum þar til að leggja áherslu á þetta. Og jú, þau eru alveg að taka þetta pólitíkin. Félagsþjónustan þarf tíma og þarf líka mannafla til þess að taka þátt í þessu. Þú veist, það er mikið álag og fólk þarf einhvern veginn að forgangsraða eða sem sagt breyta viðhorfum sínum, þau vilja alveg svo gjarnan taka þátt í þessu. Þannig að ég finn alveg velvilja fyrir þessu og svona metnað að koma þessu fót. Já, ég finn það. Mjög gott, vonandi verður það, vonandi mun það raungerast. Já, það er eina sem að ég velti fyrir mér er áframhaldið. Þetta er að ganga mjög vel og hvað svo. Og ég veit að þessi umræða er alveg farin á stað í gott að eldast teyminu, sko. Hvernig ætlum við að innleiða þessa þekkingu og hver tekur þá við af mér eftir árið, sko. Já, akkurat. En heyrir eitthvað frá Guðleifu? Er hún að reyna að komast inn á fundinn eða? Það er eins og hún hafi ekki haft leyfi, en hún sendir mér þetta fyrir 44 mínútur, þannig að líklega hefur hún bara gefist upp, sko. Já. Það getur komið fyrir að ef það eru mjög stífar öryggisstillingar á svona stofnanaaðgangi, þá getur svona gerst, en það er yfirleitt hægt að komast fram hjá því. Þannig að við höfum ekki lent í þessu áður af því að þessi fundir eru útbúnir þannig að þeir séu öllum opnir og allir komist inn og það er ekkert svona, fólk kemst fram hjá lobbyun og svona. En þetta er allavega bara búið að vera ótrúlega áhugavert og ef fólk er ekki að brenna inni með einhverju spurningar, þá förum við bara að slá botnin í þetta. Ég sé allavega engar hendur á lofti. Er eitthvað sem þú vilt segja í blá lokin, Laufey? Nei, ekki nema bara það að mér finnst bara gott að geta kynnt þetta
og við erum að vinna rosalega öflugt starf, tengiráðgjafarnir, og ég finn það að það er gríðarlegur metnaður í þessu og það er mikil og góð samvinna. Fólk er að deila upplýsingum, við komum fram sem eitt lið, undir gott að eldast og það er ekki þessi samkeppni á milli svæða. Við erum saman í þessu og það er svo gott að finna það og ég er búin að græða alveg heilmikið á þessu. Og ég spyr, ég leita mjög mikið til þessa hóps og þeirra í ráðuneytinu því þær hafa staðið sig alveg afburðavel í þessari samvinnu og alltaf tilbúnar að aðstoða. Þannig að og gefa okkur nýjar upplýsingar. Þannig að jú, það er bara þetta og bara gott að við þurfum að segja frá þessu verkefni. Og þetta er einn vettvangurinn og bara mjög gott að geta fengið að nota hann. Já, bara kæra þakkir fyrir að koma að vera með okkur og núna allavega áttu þessa upptökur sem þú munt þá líka geta vísað á ef einhver er forvitin verkefnið. Já. Annars bara þakka ég kærlega fyrir og kveð að sinni. Já. Og ég þakka ykkur fyrir hlustunina og spjallið. Bless, bless. Takk fyrir. Bestu þakkir. Bless, bless.